Eftirlit með brotastarfsemi á vinnumarkaði verður eflt með fjölbreyttum aðgerðum stjórnvalda. Félagsmálaráðherra vonar að hægt verði að ná tökum á brotastarfsemi með viðurlögum og fjársvektum. Stjórnvöld í Íran segja áhrif stríðsins í Mið-Austurlöndum eiga eftir að dreifast Evrópu. Íranar ráðast á olíuvinnslur og sendiráð á meðan Bandaríkin herða árásir á Íran. Frakkar ætla að auka kjarnorkuvopnabirgðir sínar og hafa fengið 8 Evrópuþjóðir með sér í sérstakt varnarbandalag. Forseti Frakklands segir enga þjóð geta varist vopnabúri þeirra. Landsvirkjun hyggst ráðast í einhverjar umfangsmestu fjárfestingar sem fyrirtækið hefur ráðist í. Fjárfest verður fyrir 190 milljarða á næstu 5 árum. Málverk eftir hollenska meistarann Rembrandt sem margir hélt að veri falsað reyndist við nánari skoðun vera ekta. Þetta kom í ljós þegar sérfræðingar á Ríkislistasafninu í Amsterdam rannsökuðu verkið. Komiði sæl, við erum klukkustund seinna á ferð en venjulega vegna beinnar útsendingar frá leik Íslands og Spánar í fótbolta kvenna sem nýlokið þessi Spát vann 3-0. En við minnum á stofan á RÚV 2 núna þar sem leikurinn gerður upp. En við byrjum á þessu. Stjórnvöld hafa gert fyrstu stefnu sína gegn brotastarfsemi á vinnumarkaði og hafa kynnt aðgerðir til að sporna við brotum. Félags- og húsnæðismálaráðherra vill skýr viðurlög við brotum og fésektir. Samstarfsvettvangur svokallaðra eftirlitsaðila, það lögreglu, skattsins og vinnueftirlitsins undir forystu þess síðastnefnda, var lögfestur með lagabreytingum sem tóku gildi í janúar í fyrra. Í aðgerðaáætluninni sem birtar í dag á að tryggja samstarf þessa samstarfsvettvangs við aðila vinnumarkaðarins. Bind mikla vonir við það að vinnustaðaeftirlitið sem hefur verið svona grunnurinn að því að ná utan brotastarfsemi og þessi stóru mál sem hafa komið upp síðustu ár hafa einmitt verið á vettvangi þess eftirlits sem við erum að efla. Eitt hluti aðgerðanna sem verið að vinna nánar athugun á því hvort lögfesta í viðurlög við brotum á lágmarkskjörum launafólks þannig að það hefði fjárhagslegar afleiðingar fyrir atvinnurekendur að hýrudraga launafólk. Ég hef töluverðar væntingar til þess og ennþá meiri væntingar að við ná loksins utan brotastarfsemina með viðurlögum og fjársektum. Að við getum þá farið að ná utan þann hluta í eitt skipti fyrir öll. Í stefnunni eru sett fram 5 markmið og 13 aðgerðir. Styrkja á samstarf lögreglu, skattsins og vinnueftirlitsins, efla á greiningu og miðlun gagna, vanda á útgáfu dvalar og atvinnuleyfi, auka á skilvirkni við beitingu viðurlaga við brotum og þá á að auka fræðslu og vitund réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Samstarfshópur höfuðborgarsvæðisins eftirlit með brotastarfsemi á vinnumarkaði hélt fund í vinnueftirlitinu í dag eins og hann gerir mánaðarlega. Og þannig er verið að styrkja bæði samstarf opinberu stofnanna en líka samstarfi stofnanna við verkalýðshreyfinguna og samtök atvinnurekenda. Verkalýðshreyfingin tók þátt í að móta aðgerðirnar 13 sem stjórnvöld kynntu í dag. Í ársbyrjun í fyrra hófst hið formlega samstarf vinnueftirlitsins, lögreglu og skattsins. Á því ári sem liðið höfum við lagt mikla áherslu á að fara í sameiginlegt vinnustaðaeftirlit og höfum nú þegar heimsótt 350 vinnustaði allt land. Vinnustaðirnir sem heimsóttir voru í mannvirkjagerð, verslun og þjónustu og framleiðslu. Ekki hafa allir vinnustaðir verið með sitt á hreinu. Nei, því miður að við erum að sjá grun brot og þannig að við þurfum að skoða þessi mál betur og erum að fylgja þeim eftir í dag. Svo það sem skiptir okkur annars kannski mestu máli eru 2 stórar aðgerðir. Annars vegar það að stjórnvöld ætla að kanna nauðsyn þess að lögfesta viðurlög gegn brotum á lágmarkskjörum launafólks. Og hin stóra aðgerðin, kannski svona vinnumarkaðsaðgerðin, þá að útvíkka og styrkja keðjuábyrgð. Svo langar mig líka að nefna að það verið að styrkja, eða það stendur til að styrkja vernd þolenda mansals og þolendur svona annarra alvarlegra vinnumarkaðsbrota, að þeirra vernd sé aukin þannig að fólk þori að segja frá og leita sér aðstoðar ef það í slæmum aðstæðum. Framtíðarsýnin skýr að við viljum að hér ríki samkeppnishæft og heilbrigt atvinnulíf það sem borin í virðingu fyrir réttindum vinnandi fólks og þær reglur sem gilda séu virtar.
Átökin í Mið-Austurlöndum harðna enn. Íranar hafa hert árásir sínar á bandarísk skotmörk. Bandaríkjamenn og Ísraelsmenn hafa ráðist á stjórnarbyggingar í Teheran og tugir þúsunda eru á flótta í Líbanon undan árásum Ísraelsmanna. Ísraelsmenn hafa sótt fram í Líbanon frá því Hezbollah skaut eldflaugum að Ísrael á laugardag. Hernum hefur verið skipað að taka stjórnina á hernaðarlega mikilvægum stöðum í suðurhluta landsins til að koma í veg fyrir frekari árásir að sögn Israel Katz, varnarmálaráðherra Ísraels. Þeir hafa þó gert gott betur en það. Ráðist hefur verið á byggingar í höfuðborginni Beirút og þar voru yfir 50 drepnir í árásum. Sameinuðu þjóðirnar segja að yfir 30.000 manns séu á flótta í landinu. Margir hafa leitað skjóls í skólum og neyðarskýlum. فنزلنا بالسيارة أنا وابني وهربنا العائلة قبل منا بأول سيارة نزلنا أنا وابني بسيارة الثاني بالرنج تبعي ما وصلنا على سوى البناية الثانية كمان ضرب الطيران الحجارة كلها شقفت الرنج تشقيف أنا وابني نزلنا يعني من الموت Ísraelsmenn og bandaríkjamenn sem hér skjóta flaugum af sjó hafa hert til muna árásir á Teheran. Þeir segjast hafa skemmt stjórnarbyggingar en borgarleg mannvirki hafa líka skemmst. Hátt í 800 hafa verið drepnir í árásunum á Íran. Íranar hafa líka haldið árásum sínum á Persaflóaríki áfram og þær hafa aðalega beinst að olíu- og gasvinnslum, höfnum, flugvöllum og erlendum starfsstöðvum. Meðal annars var ráðist á bandaríska sendiráðið í Sádi-Arabíu. Stjórnvöld í Íran segja áhrifa stríðsins brátt gæta í Evrópu. اگر کشورهایی فکر می‌کنند که در گوشه عافیت بنشینند تا این جنگ تا این درگیری به پایان برسه و بتونن سهمی از اون داشته باشن خیلی اشتباه میکنن. Verið að senda flugvélar til að bjarga tugum þúsunda ferðamanna sem eru fastir í Miðausturlöndum. Fyrsta slíka vélin lenti í Frankfurt frá Dubai í dag. Vitað af 140 Íslendingum á eða næri átakasvæðunum. Snorri Jakobsson, hagfræðingur hjá Jakobsson Capital, vertu velkomin til okkar. Hvaða áhrif hafa þessi átök haft á alþjóðamarkaði? Náttúrulega fyrst eins og þú sagðir þá hefur mjög mikil hækkun á olíu. Það hefur reyndar mjög mikla sveiflur í olíuverði. Í dag hafði hækkun 33%, síðast þegar leitað hafði hækkun 25%. Svo hefur flutningaverð hækkað líka mjög mikið og samfara þessu hefur svona, ég myndi segja, bara almennu titringur. Verðbólguvæntingar hafa náttúrulega alls staðar hækkað. Og svona titringur á hlutabréfamörkuðum en kannski ekki svona mikla lækkanir, reyndar hækkun á flutningafyrirtækjum. En þú segir svona titringur og þá það viðlítandi óöryggi. Það eitthvað ástand sem við erum að sjá fram á núna á komandi misserum? Það rosalega erfitt að segja það, en svona vonandi þetta bara ástand sem var í 2-3 vikur. En ef þetta eitthvað til langs tíma þá kannski farin að komið til til þess að hafa smá áhyggjur að sérstaklega olíuverðinu og flutningskostnaðinn. Þannig þið sjáið hækkandi olíuverð? Það mjög erfitt að spá fyrir hvort það sé að fara að hækka eða lækka, eins og sagði í morgun að það var að töluvert þar og svo að lækka aftur. En eins og segi, áhrifin ráðast að því hversu lengi þetta ástand varir. Já. En hvaða áhrif getur þetta haft á verðbólguna hér á landi? Ísland, hækkun flutningaverðs kemur sér alltaf sérstaklega illa fyrir Ísland og náttúrulega alþjóðleg verðbólga þá magnar upp flutningsverðið upp alþjóðleg verðbólguna og vægi flutningsverðs í vöruverði almennt miklu hærra hér en erlendis. Og svo náttúrulega það líka slæmt upp á Íslandi að gera en þess að við erum náttúrulega háð ferðaþjónustu og þetta letur náttúrulega ferðamenn koma til Íslands og hækka svo verða á útflutningi frá Íslandi. Svo að, það geti verið svolítið nokkuð, en eins og segi, það svolítið langt í að... Já, ekki gott að segja þetta alveg strax, en Snorri Jakobsson, takk kærlega fyrir að koma hingað til okkar og útskýrta fyrir okkur. Nú á þriðja tug kom saman fyrir utan utanríkisráðuneytið í dag og kröfðust þess að utanríkisráðherra fordæmdi árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran. Mótmælendur vildu einnig fá skýr svör hvort Ísland verði nýtt eða hafi verið nýtt á einhvern hátt til hernaðaraðgerða Bandaríkjanna. Ísland eigi ekki með neinum hætti að dragast inn í ólöglegar hernaðaraðgerðir. Heyrðu, hér bara áhyggjufullt fólk sem að boða til mótmæla, þar sem að því stendur ekkert á sama þegar helsta stórveldi veraldarinnar bara ákveður einhliða að ráðast á önnur ríki
myrða þjóðhöfðingja þess og hérna fara bara með eldi og einu myrju. Já, bara ræðilegt að sjá hvernig þjóðleiðtogar heima og í Evrópu sé bara leggja bara samþykki við þetta sko. Ég að mótmæla að Ísland kannski að taka þátt í þessi stríðsáróður gegn Íran. Þetta var ólöglegt og við núna kannski að lifa þóttu og vopnar að fara á milli Ísland sem finnst skammalegt þegar við vorum að reyna að vera frís samfélag og var ekkert með herinn og var ekki að taka þátt í slíkt efni. Ég held sé bara hættulegri veröld fyrir okkur öll þegar að alþjóðastofnunum eins og Sameinuðu þjóðunum bara gefið langt nef og þegar að risaveldi bara ákveða það að þau geti farið sínu fram. Það ekki heimur sem að við viljum búa í. Frakkar ætla að auka kjarnorkuvopnaframleiðslu sína og hafa samið við 8 önnur Evrópulönd samstarf í vörnum. Forseti landsins segir engan geta staðist vopnabúnað þess. Íslandi var ekki boðið í þetta samstarf. Le champ des règles est un champ de ruines. Et l'animosité ambiante se prête assez peu à la confiance qu'il faut pour rebâtir les normes de sécurité collective. Frakkar tilkynntu í gær í herstöð fyrir kjarnorkukafbáta að þeir ætluðu að auka kjarnorkuvopnabirgðir sínar í fyrsta sinn í rúm 30 ár til að vernda önnur Evrópulönd. Hingað til hafa þeir verið með tæplega 300 kjarnavopna í sinni vörslu. Ekki gefið upp hversu mikil aukningin verður. Evrópubúar hafa óttast minni þáttöku Bandaríkjamanna í vernd Evrópu og orð bandarískra embættismanna að henni verði haldið áfram undir hatti NATO hafa ekki slegið á þær áhyggjur. Áætluninni þó ætlað að vera viðbót við kjarnorkuverndaráætlun NATO en ekki koma í staðinn fyrir hana. Macron segist ekki hika við að taka nauðsynlegar ákvarðanir til að vernda mikilvæga hagsmuni. Si nous devions utiliser notre arsenal, aucun État, si puissant soit-il, ne pourrait s'y soustraire. Aucun, si vaste soit-il, ne s'en remettrait. 8 lönd taka þátt í þessu með Frökkum, meðal annars Þýskaland, Bretland, Svíþjóð og Danmörk. Þau taka þátt í æfingum og taka á móti flugvélum sem geta borið kjarnorkuvopn. Forsætisráðherra Danmerkur segir þetta nauðsynlegt þar sem hernaðarógn frá Rússum aukist á komandi árum. Rusland ser sig selv som værende i konflikt med NATO, og landets militærindustri forventes at producere mere end Europa i de kommende år, desværre. Ekki stendur til að geyma kjarnorkuvopn í Danmörku. Utanríkisráðherra segir að Íslandi hafi ekki boðist að vera með í þessu samstarfi. Það sem við höfum fyrst og síðast í huga hvernig við getum elt og treyst varnir okkar og öryggi en það ekki endilega að fara í gegnum kjarnorkuvæðingu hér á norðurslóðum. Það ekki það fyrsta sem að mér dettur í hug. Mikill meirihluti þeirra hermanna sem fellur í stríðinu í Úkraínum verður drónum að bráð en það fer 80% stríðsrekstrarins fram með drónum. Þótt nokkrar þjóðir hafi byrjað að beita drónum til árása fyrir aldarfjórðungi verður stríðsins í Úkraínu minnst sem fyrsta drónastríðssögunar þar sem báðir stríðsaðilar beita þessu vopni og þar þróunin hröð. Hér á ónefndum stað í Úkraínu eitt stærsti drónaframleiðandi landsins að prófa sína nýjustu afurð. En flugið varir ekki lengi því úkraínski herinn nær að trufla fjarstýringu drónans. Our military spoofed our drone and they lost control, but it's a normal situation with drones in Ukraine. Starfsemi sem hófst í bílskúr í upphafi rússnesku innrásarinnar fyrir 4 árum telur nú hundruði starfsmanna sem framleiða hvorki meira né minna en tæplega 100.000 dróna á mánuði í leynilegri versmíðu. Úkraínumenn hafa þar með náð því markmiði sínu að vera sjálfum sér nógir í drónasmíðinni með framleiðslu yfir 1 milljón stríðsdróna á ári, flesta einnota, til árása, varna eða til njósna. Так, зараз війна змінилася до невпізнаваємості. Вже це технології війни. Технології вирішують багато чого. 2 людини можуть заміняти взвод та розвідники. This drone cost nearly maybe $2,000, so it's very cheap. But this drone can destroy a jacket for $70,000. Og Úkraínumenn segjast hafa náð að bjarga þannig ótölulegum fjölda mannslífa með að skjóta niður vel yfir 1000 rússneska dróna sem stefnt var á skotmörk í Úkraínu. Drónar sem þrívítaprentarinni spýta hér út úr sér í þúsundatali geta borið sprengiefni í kílóavís á alltaf 300 km hraða og grandað jafnvel brinnvörðum skriðdrekum í 30 km fjarlægð.
Átökin hér í Úkraínu snúast nú tölveruleit það hver fljótar að þróa nýjustu drónatækni og hverjum tekst að framleiða mest af þessum stríðsdrónum. We have very fast, very deep feedback loop from frontline, from kill zone and to our factory. And we can make some kind of new products in the morning and test it in the evening. So we are very good in producing something new, but Russia is better in scaling this technology because it's big autocratic machine, yeah. Við drónaframleiðslu sína hafa Rússarnir notið aðstoðar bæði frá Íran og Kína. Til að verjast því að verða rússneskum drónum að bráð reynt að trufla merkið sem stýrir þeim. Реби для того, щоб, звісно, що ми під'їжджаємо близько до фронту, тому нам треба, щоб в нас не попали ні дрони, ні шахеди там. En nú hafa bæði Rússar og Úkraínumenn fundið ráð til að koma í veg fyrir að flug þráðulausu drónanna sé truflað með rafbylgjum. Þeir stýra þeim einfaldlega í gegnum ljósleiðara. Drónarnir spinna þannig eins og kóngulær út úr sér þræði í kílómetravís, 10, 20 eða jafnvel 30 kílómetra af þræði. Komast hann í lágflugi yfir holt og hæðir og reyndar ekkert sem truflar þá lengur nema hugsanlega skæri. Í þessari nýju þróun sem við getum kannski bara kallað skærahernað. Þessi nýja og fjarstæðukennda ásjón stríðsins í Úkraínu því net af ljósleiðaraþráðum sem dróna árásir úr báðum áttum skilja eftir sig út allt eins og hér í bæ rétt við víglínuna. Með því að kaupa kaffibolla í þessari sjoppu, segir hér, styrkirðu okkur við að smíða úkraínska dróna til að granda þeim rússnesku. Það greinilegt að þetta drónastríð orðið þungamiðja átakana. Landsvirkjun hyggst verja 190 milljörðum króna í framkvæmdir á næstu 5 árum. Þrátt fyrir stórhuga áform áfram stefnt á að borga 15 til 20 milljarða króna í arð á hverju ári. Landsvirkjun gerði upp árið 2025 á ársfundi fyrirtækisins í Hörpu í dag. Þar boðaði stjórnarformaðurinn framkvæmdir upp á 190 milljarða króna næstu 5 árin. Við erum að fara að reisa Hvammsvirkjun sem vatnsaflsstöð, við erum að fara að stækka Sigöldu, við erum að reisa Vaðöldu sem verður fyrsta vindorkuver á Íslandi og verður fyrstu vindmyllurnar að vera gangsettar núna í haust og svo erum við að stækka Þeistareykji. Uppsett afl í þessum virkjunum það bil 300 megavött sem koma til með að hjálpa fyrirtækinu að afla nýrra viðskiptavina. Þetta eru viðskiptin sem tengjast landeldi og matvælavinnslu og síðan gagnaverin, en síðan þetta náttúrulega mjög mikið líka bara stiðið við orkuskiptin í samfélaginu. Landsvirkjun hefur sannarlega reynst gullkýr fyrir ríkissjóð. 20 milljarðar verða greiddir í arð í ár og síðustu 5 ár hefur fyrirtækið greitt 110 milljarða króna í arð til ríkissjóðs. Þrátt fyrir fyrirhugaðar fjárfestingar gert ráð fyrir að áframhald verði á. Já, fjárfestingar hafa alltaf áhrif á arðgreiðslugjöldina, en við teljum okkur eða bindum vonum við það að geta haldið áfram að borga öflugan arð á bilinu 15 til 20 milljarða. Mikill framkvæmda hugur var á fundinum, hvort sem það var hjá fulltrúum Landsvirkjunar eða ríkisstjórnarinnar, enda litla fyrirstöðu við virkjanaframkvæmdir að finna á þingi. Hjá Landsvirkjun eru menn brenndir eftir Hvammsvirkjun, sem mörgum árum á eftir áætlun, meðal annars vegna ítrekkaðra dóms- og kærumála. Alþingi samþykkti nýverið frumvarp sem einfaldar ferli rammaáætlunar og fyrir þinginu liggur annað frumvarp sem ætlar að einfalda stjórnsýslu og stytta málsmeðferðartíma umhverfis- og orkustofnunar. Landsvirkjun bindur miklar vonir við þau frumvörp og verða nýjustu virkjanirnar í nýtingaflokki prófsteinn á það hvort löggjöfin hafi skilað tilætluðum árangri. En það reynir á núna í næstu verkefnum, hvort þeim það Holtavirkjun og Skrokkölduvirkjun, hvort að leyfisveitingaferli sé orðið skilvirkara heldur en við erum upplifað á síðustu árum. Það svo sannarlega þörf á því. Einhverfir búa við ójöfnu þegar kemur að aðgengi að geðheilbrigðisþjónustu þrátt fyrir mikla þörf. Stórefla þarf þjónustuna og bjóða upp á ólík úrræði, segir geðlæknir. Þetta kemur fram í Kveik í kvöld. Samfélögin sem við höfum kannski skapað hérna í vestrænum heimi undanfarin áratugi kannski ekki endilega mjög einhverfu væn. Dagur Bjarnason geðlæknir og yfirlæknir í geðheilsuteymi taugaþroskaraskana hjá Heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Í Kveik í kvöld verður rætt við einhverfa einstaklinga og foreldra einhverfra sem lýsa því að hafa ítrekað lent á veggjum þegar þeir hafa sóst eftir þjónustu, meðal annars geðheilbrigðisþjónustu. Þessi hópur klárlega með hærri tíðni heldur en samanburðar hópur í samfélaginu
hvað varðar kvíðaraskanir, lindisraskanir, geðrofssjúkdóma. Högni er ungur einhverfur maður sem reyndi meðal annars að fá geðheilbrigðisþjónustu hjá almenna geðheilsuteymi Heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu og geðheilsuteymi taugaþroskaraskana hjá Heilsugæslunni. Bæði teymin höfnuðu honum. Ég var bara byrjaður að hrynja andlega. Ég þurfti bara eitthvað. Ég var að öskra á kelfi. Hjálpaðu mér. Við sjáum það að þessi ákveðni hópur er að detta milli skipts og bryggju. Hefur ekki fallist undir þann markhóp sem ég kannski sinni í mínu teymi, en svo hefur það einnig fengið hafnanir inn í þessi almennu svokölluðu geðheilsuteymi sem að eru meira út í nærumhverfi sjúklingana. Hvers vegna er þessi hópur ekki að fá þjónustu við hæfi? Það er mjög góð spurning og ég hef í raun og veru ekki gott svar. Þetta er skammarblettur á kerfinu okkar eins og það lítur út í dag. Samfylkingin og Miðflokkur eru einu flokkarnir sem myndu bæta við sig þingsætum í nýjasta þjóðarpúlsi Gallup frá kosningunum í árslok 2024. Stuðningur í ríkisstjórnina minnkar á milli kannana. Samfylkingin fengi rúmlega 28% fylgi nú en fékk rúm 31% í janúar. Miðflokkurinn fengi rúm 20% nú sem er lítillega minna en síðast. Sjálfstæðisflokkurinn fengi rúm 18% nú en fékk rúm 17% í janúar. Viðreisn fær rétt tæp 11% nú en fékk rúmlega 11% síðast. Framsóknarflokkurinn fær 6,6% nú en fékk 5,4% síðast. Flokkur fólksins bætir lítillega við sig nú og fengi tæp 6%. Vinstri græn fengi rúm 4% sem er prósentustigi meira en síðast og Píratar fengju tæp 3% en fengu 3,4% síðast. Stuðningur við ríkisstjórnina minnkar er nú 52% en var 55% síðast. Ef þetta yrðu niðurstöður kosninga þá fengi Samfylkingin 20 þingsæti en fékk 15 í kosningunum í árslok 2024. Miðflokkurinn fengi 14 þingsæti en fékk 8 í síðustu kosningum. Sjálfstæðisflokkur fengi 13 en fékk 14 í kosningum. Viðreisn fengi 8 þingsæti en fékk 11 í kosningum. Þá fengi Framsóknarflokkurinn 4 þingsæti en fékk 5 síðast og Flokkur fólksins fengi 4 þingsæti en fékk 10 í síðustu alþingiskosningum. Málverk eftir hollenska meistarann Rembrandt sem ekkert hafði spurst til í áratugi kom nýverið aftur í leitirnar. Verkið heitir Sýn Sakaría í musterinu og sækir í sögu úr Biblíunni þar sem Gabriel erkiengill vitjar Sakaría spámanns. Rembrandt málaði verkið 1633. Sérfræðingar töldu lengi vel að verkið væri fölsun og var það selt einkasafnara 1961. Eigendur þess sendu það nýlega til rannsóknar hjá Ríkislistasafninu í Amsterdam. Með því að nota nýja tækni gátu sérfræðingar séð að verkið er í raun eftir Rembrandt og alls ekki falsað. Ja, het is ongelooflijk dat we eigenlijk dit kunnen meemaken in het Rijksmuseum. Want zo vaak gebeurt het niet dat er een nieuwe Rembrandt wordt ontdekt. En dit schilderij was al 70 jaar niet te zien. Het zat in een particuliere collectie. Het was begin jaren 60 van de 20e eeuw afgeschreven, dus niet meer van Rembrandt. En wij hebben uitgebreid onderzoek kunnen doen met de nieuwste technieken die we ook voor de restauratie van de Nachtwacht hebben kunnen ontwikkelen. En het is fantastisch om te zien dat er dan een nieuwe Rembrandt is. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það verður stíf, suðaustanátt sem gengur yfir landið í kvöld með rigningu eða slyddu og hlýnandi veðri, en úrkomu lítið norðaustan til. Kuldaskil koma svo úr vestri og ganga yfir landið í nótt og á morgun verður komin suðvestanátt með éljum en léttskýjað norðaustan til. En áður við kveðjum ykkur þá ætlum við að rifja upp helstu atriði þessa fréttatíma. Eftirlit með brotastarfsemi og vinnumarkaði verður eflt með fjölbreyttum aðgerðum stjórnvalda. Félagsmálaráðherra vonar að hægt verði að ná tökum á brotastarfsemi með viðurlögum og fjársóktum. Stjórnvöld í Íran segja áhrif stríðsins í Mið-Austurlöndum eiga eftir að dreifast Evrópu. Íranar ráðast á olíuvinnslur og sendiráð á meðan Bandaríkin herða árásir á Íran. Frakkar ætla að auka kjarnorkuvopnabirgðir sínar og hafa fengið 8 Evrópuþjóðir með sér í sérstakt varnarbandalag. Forseti Frakkland segir enga þjóð geta varist vopnabúri þeirra.
Landsvirkjun hyggst ráðast í einhverjar umfangsmestu fjárfestingar sem fyrirtæki hefur ráðist í. Fjárfest verður fyrir 190 milljarða á næstu 5 árum. Málverk eftir hollenska meistarann Rembrandt sem margir héldu að veri falsað reyndist við nánari skoðun vera ekta. Þetta kom í ljós þegar sérfræðingar á Ríkislistasafninu í Amsterdam rannsökuðu verkið. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komið að veðurfréttum og svo það Kveikur. Næsti fréttatími í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. En við á fréttastofunni stöndum vaktina á rúv.is allan sólarhringinn þar sem finna má allar nýjustu fréttir. En við þökkum ykkur samfylgdina í dag. Verið sæl. Á RÚV í kvöld. Kveikur, fréttaskýringaþáttur með áherslu á rannsóknarblaðamennsku. Krákustelpan, The Cowgirl, ný bresk glæpaþáttaröð byggð á sænskum metsölubókum eftir Erik Axel Sund. Röð dularfullra morða á ungum mönnum í Bristol leiðir saman rannsóknarlögreglukonuna Jeanette Kilburn og sálfræðinginn Sophia Craven. Horfið frá borði, MS Mystery. Finnsk heimildaþáttaröð þar sem rannsóknarblaðamaðurinn Riku Rantala rannsakar örlög ungra manna sem hurfu borð í ferju milli Svíþjóðar og Finnlands. Gott kvöld og velkomin í Kiljuna. Fjöllum hérna á eftir stórmerkilega bók sem segir frá berklum á Íslandi. Þessum hræðilega faraldri Erla Dóris Halldórsdóttir sagnfræðingur og hjúkrunarfræðingur sem höfundur þessarar bókar. Svo það hrollvekja ný eftir Hildi Knútsdóttir sem heitir Irpa. Við fræðumst uppáhaldsbækur rithöfundarins Maríu Elísabetar Bragadóttur og í bókum og stöðum förum við norður í Steingrímsfjörð á Ströndum og skoðum furðulegan og hræðilegan draug sem kallaðist Selkolla. Kiljan, miðvikudag á RÚV. Mín eitthvað pirri pú? Þessi setning úr kvikmyndinni Dís sem viðfangsefni næsta þáttar af Stjörnubíó. Við skulum sjá sýnishorn. Þessi sena? Já, þessi